Góðan daginn, þetta Ásdís Ósk hjá Húsaskjól fasteignasölu. Mér langar að segja ykkur aðeins hérna frá húsi sem vorum að taka í sölu við Meðalbraut 2 í Kópavogi, Vesturbæ Kópavogs. Þetta einbýlishús á 2 hæðum, það 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi og 2 stofur og innbyggður bílskúr. Húsið rúmir 200 fermetrar á stærð en af því að það líka töluvert undir súð, þá mun fleiri nýtanlegir fermetrar heldur en stærðin gefur til kynna. Og þetta hús eitt af skemmtilegasta sem ég hef komið inn í. Það einhvern veginn bara, það svo fjölskylduvænt og það einhvern veginn passar svo vel utan um fjölskylduna, en samt einhvern veginn hönnunin þannig að það samt nógu stórt til að rúma heilu fermingarveislunar. Þannig það svona bara að aðlaga sig að fjölskyldunni á þeim þörfum sem hún með hverju sinni. Garðurinn hérna einstakur. Af því þetta í Vesturbæ Kópavogs, þá eins og eigendurnir segja, það sumarið kemur einfaldlega fyrr hérna heldur hann á mörgum öðrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig hann mjög ræktaður, hann rosalega gróinn og það bara, hann heill ævintýraheimur. Þannig ég ætla að fókusa svolítið á garðinn og sýna ykkur svolítið möguleikana í garðinum. Þannig að kíkið með mér, ég ætla að sýna ykkur fyrir framan húsið og líka fyrir aftan húsið. Kíkið með. Herðu, nú erum við komin í garðinn sem fyrir framan húsið. Þetta suðurverönd. Þannig að við erum með hérna góðan pall þar sem hægt að njóta þess að fá sér kaffi, njóta þess að sitja út í sólinni. En uppáhaldsstaðurinn minn í garðinum, það þessi litla tjörn hérna. Mér finnst alltaf þegar þú fær svona vatn í garðinn bara fyrir að hlusta á niðinn og bara fyrir krakkana að bara aðeins að fá að sulla í honum. Þetta æðislegt og þið sjáu bara, það nostra við hennar garð. Hann samt hannaður þannig að viðhaldi á honum eins lítið og hægt að hafa. Þannig að þetta frábær garður, hvort sem það mikið fyrir að nostra í garðinum eða ekki. Þá þetta garðurinn fyrir þig. Hæ, þá erum við komin í bakgarðinn. Það búið að leggja gífurlega mikla vinnu í þennan garð. Eigendurnir, þau handmokuðu allan garðinn, það kom engin vinnuvél hérna inn og þið sjáu allstaðar hérna svona stór grýti og þetta var í garðinum þannig þau eru bara röðuð þess aðeins betur upp. Hérna þar sem ég stend, það bara svona göngustígur úr timbri. Þannig að hugmyndin á bakvið þetta að þegar það svona verið að nostra í byggðunum þá gott aðgengi allstaðar í garðinum. Þannig að kíkið á okkur. Þetta rosalega skemmtilegt hús og skemmtilegur garður. Ég ætla svo rétt í lokin að fara aðeins með ykkur inn á bakvið og sýna ykkur svolítið vel hvernig staðsetningin hvað stutt í allar áttir. Þannig að komið með. Herri, jæja, þá erum við komin hérna sem ég ætla að sýna ykkur hvað aðgengið og bara nálægðin við þjónustu rosalega mikil hérna við húsið. Þegar þú ferð hérna upp, þá eru nokkra mínútur í Kópavogshálsinn. Það rosalega mikið á söfnum, það tónlistarskólinn, það salurinn og það eru 3 mínútur í skiptistöðuna. Þannig ef að krakkarnir eru í einhverjum tómstundum sem ekki göngufæri, þá þarf samt ekkert að skuttla þeim. Þau geta bara labbað henni upp í strætóstöð og já, þau eru 3 mínútur. Síðan, ef þú ferð hérna niður, þá þið sjáu bara hérna yfir í Fífuna, Kópavogsdalurinn hérna fyrir neðan, með bara endalausum möguleikum á útivistarsvæðum, bara hérna fyrir neðan og síðan Nauthólsvíkin. Það bara í raun og veru, ef þú vilt aðeins fá smá hreyfingu, þá svæðið hérna, það tilvalið. Bara stígurinn hérna, hann frábær bæði göngu og hjólastígur, þannig að það eiginlega engin ástæða fyrir að fara ekki út. Þú hefur aðgengi í allar áttir. Þannig að kíkið á húsið, kíkið á staðsetninguna og skoðið það með mér. Þetta frábær eign.